heilags anda. Amen. Biðjum. Drottinn Guð, Faðir allrar huggunar, veit okkur fyrir orð þitt og heilagan anda, stöðuga trú sem við getum sigrað með allar raunir og erfiðleika. Styrk öll þau sem syrgja Jóa sem við kveðjum hér í dag og hjálpa okkur að dvelja við allar góðar minningar hann og varðveita þær í hjörtum okkar. Opna þú augu okkar svo að við fáum skilið að það er satt sem þinn elskaði sonur, Jesús Kristur, segir. Verið hughröst, ég hef sigrað heiminn. Þess biðjum við í Jesú nafni. Amen. standa þessi orð: Drottinn, þú hefur verið oss athvarf frá kyni til kyns, áður en fjöllin fæddust
og jörðin og heimurinn urðu til. Frá eilífð til eilífðar ert þú, ó Guð. Þú lætur manninn hverfa aftur til duftsins og segir: hverfið aftur þér mannanna börn, því að 1000 ár eru í þínum augum sem dagurinn í gær, þegar hann er liðinn, já eins og nætur vaka. Kenn oss að telja daga vora, að vér megum öðlast viturt hjarta. Amen. Postulinn: ef einhver er í Kristi, er hann orðinn nýr maður. Hið liðna varð að engu, nýtt er orðið til. Allt er frá Guði, sem sætti mig við sig fyrir Krist og gaf mér þjónustu sáttargerðarinnar. Amen. Stjörnur
treysta sig til að rísa úr sætum og hlýða á heilagt guðspjall sem hljóðar svo í Drottins nafni. Marta sagði við Jesús: Herra, ef þú hefðir verið hér, væri bróðir minn ekki dáinn, en einnig nú veit ég að Guð mun gefa þér hvað sem þú biður hann um. Jesús segir við hana: Bróðir þinn mun upprísa. Marta segir: Ég veit að hann rís upp í upprisunni á efsta degi. Jesús mælti: Ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi, og hver sem lifir og trúir á mig mun aldrei að eilífu deyja. Amen. Biðjum með orðum Jóhannesar úr Kötlum. Blessi þig blómjörð, blessi þig útsær, blessi þig heiður himinn, elski þig alheimur, eilífð þig geymi, signi þig sjálfur Guð. Amen. Friður Guðs sé með okkur öllum sem erum hér saman komin til að kveðja Jóhannes Þórðarson hinstu kveðju. Jói fæddist í Sauðanesi á Ásum í Torfalækjarhreppi 2. maí 1945. Foreldrar hans voru Sveinbjörg Jóhannesdóttir, húsmóðir frá Gauksstöðum í Garði, og Þórður Pálsson, kennari og bóndi í Sauðanesi. Jóhannes var elstur systkina sinna, en þau eru Sturla, fæddur 1946, lést 2018, Sesselja, fædd 1947, Páll, fæddur 1949 og Helga, fædd 1950. Þann 27. desember árið 1964
giftist Jói Herdísi Einarsdóttur. Hún var fædd 18. júní 1943, lést 2022. Foreldrar hennar voru Davía Jakobína Guðmundsson og Einar Guðmundsson. Þess má geta að til þess að þau gætu gengið í hjónaband þurfti Jói að fá leyfisbréf frá forseta þar sem hann var aðeins 19 ára gamall og sagði hann sjálfur þannig frá því að það væru nú ekki allir sem gætu sagt frá því að sjálfur forsetinn hefði lagt blessun sína yfir hjónabandið. Jói og Herdís eiga 3 börn og á brúðkaupsdaginn sinn færðu þau frumburð sinn hann Nökkva til skírnar. Prestinum fannst samt réttast að byrja á því að gefa þau saman og skíra síðan barnið svo að hann gæti skráð í kirkjubækur að hjónin Herdís og Jóhannes hefðu fært son sinn til skírnar. Nökkvi sem sagt fæddur 1964, eiginkona hans Íris Gísladóttir og börn þeirra eru Yrsa Líf og hún á soninn Bóas Tí. Einnig eiga þau Nökkvi og Íris þá Darra Snæ og Fáfni Frey. Árið 1971 fluttu Herdís og Jói í sitt eigið hús að Urðarbraut 3 og 2 árum síðar fæddust þeim tvíburar Ari Knörr og Sveinbjörg Snekkja árið 1973. Ari Knörr giftur Berglindi Fandal Káradóttur og börn þeirra eru Axel Fandal og Snekkja Fandal. Sveinbjörg Snekkja gift Hjalta Kristjánssyni og eiga þau synina Almar Knörr, Steinar Daða og Þórð Inga. Barnabörn Herdísar og Jóhannesar eru sem sagt orðin 8 talsins og barnabarnið 1. Jói og Herdís bjuggu nánast alla sína tíð á Blönduósi, en þau bjuggu í Reykjavík á meðan Jói lauk námi í múrsmíði. Hann lauk sveinsprófi í múrsmíði í júlí 1966 og hlaut meistarabréf í greininni 1970. Þegar börn Jóa og Herdísar voru að alast upp, þá vann Jói mikið og dvaldist stundum langdvölum að heiman. Vann við byggingu Blönduvirkjunar og tók að sér ýmis verkefni. Hann hafði mikinn áhuga á gömlum byggingum og var búinn að stúdera steypuskemmdir og viða að sér alls konar gagnlegri þekkingu þegar kom að viðgerðum, viðhaldi og uppgerð gamalla húsa. Tók meðal annars þátt í endurbótum á veggjum Þingeyrakirkju og endurbyggingu Þjóðleikshússins. Almar barnabarn hans minnist þess að hafa verið handlangari fyrir afa sinn þegar hann var að vinna að endurbótum Þingeyrakirkju, þá bara smá polli í pössun hjá afa sínum og ömmu og fannst gaman að fá að vera aðstoðarmaður afa síns í vinnunni. Jói var einn af stofnfélögum Kívanisklúbbsins Borgir á Blönduósi og var meðal annars forseti hans, auk þess að gegna ritarastörfum í klúbbnum í mörg ár. Og þegar að klúbburinn lagðist af hér, þáði hann boð að gerast meðlimur Kívanisklúbbsins Drangeyjar í Skagafirði. Hann gegndi stöðu svæðisstjóra Kívanis á Grettissvæði á árunum 1992–3. Jói sinnti félagsstarfinu vel og af mikilli samviskusemi. Hann var virkur í klúbbnum alveg fram á síðustu stundu eða í 47 ár. Börn Jóa eiga góðar og skemmtilegar minningar þátttöku í starfinu. Þau aðstoðuðu við blómasölu og ýmiss konar fjáraflanir og svo var túrað landið og farið á Kívanismót. Oft sinnis fór fjölskyldan líka saman í útilegur, öllum farangri komið kyrfilega fyrir aftur í rússajeppanum, svampdýnur settar þar ofan á, þar sem krakkarnir komu sér fyrir og svo var trillað af stað. Og á misléttum vegunum rúlluðu börnin aftur í
en það var allavega mjúkt undir. Oft var farið að veiða í Mjóavatni á Auðkúluheiði, lögð net og oft fiskaðist vel. Jói var mjög nýtinn og þegar að gert var að fisknum þá setti hann slógið í salt svo það mætti nýta það sem skepnufóður. Fór svo með það til Helgu systur sinnar á Mælifellsá þar sem hún og Maggi maðurinn hennar lögðu stund á lífrænan búskap. Jói hafði ekki eingöngu áhuga á gömlum byggingum. Hann hafði eiginlega bara áhuga á öllu gömlu, vélum, bílum og bátum. Gat séð gersemar í ótrúlegustu hlutum og hafði gaman af að gera upp, breyta og bæta. Einhverju sinni var hann að leita að gömlum bíl til að gera upp og fékk Hjalta tengdason sinn til að hjálpa sér að finna bíl og hann mátti alls ekki kosta meira en 50.000. Hjalti fann bíl sem Jói fór og keypti. Ók honum svo heim til Hjalta og Snekkju og lagði fyrir utan. Þegar þau komu út og sáu gripinn, ráku þau upp stór augu. Bíllinn var svo ryðgaður og illa farinn, var silfurlitaður og búið var að teipa hann saman á hliðunum með silfurlituðu teipi. Og ekki tók svo betra við nánari skoðun því það hafði verið skárri hliðin sem blasti við þeim til að byrja með. Jói leit bara á þetta sem tækifæri og sagði svo við Hjalta, já, vantaði þig ekki eitthvað að gera? Setning sem hann notaði gjarnan og virkaði vel til að virkja fólk og fá það með í brasið. En bílnum var tjaslað saman og Jói keyrði á honum í allnokkur ár. Jói var gríðarlega mikill ættfræðigrúskari og var í gegnum tíðina búinn að viða að sér ótrúlega miklum upplýsingum og skrá niður ættartengsl, bæði í bækur og inn í ættfræðiforritið Espólín. Hann las allar dánartilkynningar og safnaði upplýsingum úr minningagreinum til að skrá hjá sér í tengslum við ættfræðina. Hann fylgdist vel með öllu sem var í deiglunni hverju sinni og missti helst aldrei af fréttatíma. Þegar hann kom heim í hádegismat þá borðaði hann og lagðist síðan aðeins út af á bekkinn og það klikkaði ekki að rétt klukkan 20 mínútur yfir þá reis hann upp og kveikti á útvarpinu akkurat mátulega til að hlusta á fréttir. Hann hafði gaman af því að rökræða við fólk og leiddist það ekki ef að skoðun viðræðarans var á öndverðu meiði við hans eigin skoðun. Hann og Maggi heitinn mágur hans náðu einstaklega vel saman og gátu spjalla lengi saman í síma og rökrætt allt mögulegt. Annars var Jói yfirleitt maður fárra orða og bar tilfinningar sínar sjaldnast á borð. Hann sýndi væntumþykju sína fremur í verki en orði, var greiðvikinn og hjálpsamur. Mættur á staðinn ef einhver þurfti aðstoð við að flísaleggja, sparsla, græja og gera. Þegar Nökkvi og Íris fluttu frá Blönduósi á Hornafjörð 1992 þá keyrðu Jói og Herdís þau og alla búslóðina á áfangastað. Bakkus harður húsbóndi og glíman við hann litaði allt lífshlaup Jóa sem glímdi einnig við þunglyndi. Veikindi sem settu mark sitt á tengsl hans, bæði út á við og inn á við. Jói var vissulega ekki allra og hann hleypti heldur ekki öllum inn fyrir skelina. En hann vildi öllum vel, var húmoristi og hafði gaman af því að fíflast smá og slá á létta strengi og hafði líka húmor fyrir sjálfum sér. Hann hafði þá venju þegar hann hvatti fólki sitt að minna það á að vera þægt. Berglind tengdadóttir Jóa rifjaði upp þegar hún kom norður með Ara í fyrsta skipti.
Þegar þau voru að fara, kvaddi Jói hana og hvíslaði svo að henni og sagði: var þetta nokkuð svo slæmt? Og bætti við að lokum: vertu svo þæg og reyndu endilega að koma aftur. Og stundum kom fyrir að hann sagði þetta við bláókunnugt fólk. Einu sinni var hann á Glerártorgi að versla sér ný gleraugu og kvaddi svo afgreiðslukonuna með því að segja: bless og vertu svo þæg. Jói var mikill dýravinur og stundum var hálfgerður dýragarður á Urðarbrautinni. Hann var tíma með hænur, ungaði líka út andar og gæsareggjum og var svo eins og ungamamma, því öll strollan elti hann allar trissur upp og niður götuna. Hann var með kanínur í garðinum og geitur í vatnahverfinu. Bar þær á herðunum út í hólmana svo þær færu nú ekki á flakk. En sennilega toppar fátt það uppátæki hans að vera með sel í stofunni. En þannig var að tíma greiddi ríkið fólki fyrir að farga selum þegar verið var að reyna að útrýma hringormi í stofninum. Jói og Stjáni Péturs fóru saman á Þingeyrasand í þeim erindagjörðum. Þeir komu svo auga á Urtu og undruðust að hún skyldi ekkert hreyfa sig þegar hún var vör við mannaferðir og var hún því auðveld bráð. Þegar þeir komu nær sáu þeir að það lá kópur við hliðina á henni, sem var auðvitað ástæðan fyrir því að hún fór ekki neitt. Kópurinn fór því heim með Jóa sem hafði hann í bala í ókláraðri stofunni heima á Urðarbrautinni. Dýralæknir sagði að það væri ekki hægt að venja kóp á pela, sem varð auðvitað til þess að Jói kenndi honum að drekka úr pela. Lét sko engan segja sér hvað væri hægt og hvað ekki. Svo að selurinn Snorri lærði að drekka úr pela og fékk athvarf á Urðarbrautinu tíma, sem var að sjálfsögðu sannkallað ævintýri fyrir krakkana, en það fylgdi ekki sögunni hvað Herdísi fannst þetta uppátæki. Hún varð hins vegar ekki hrifin þegar Jói kom einhverju sinni heim með hræ af sel. Hvað ætlaði hann nú að fara að brasa? Já, Jói tók sem sagt afsteypu af selnum og kom svo styttunni fyrir í garðinum. Jói vildi helst alltaf vera eitthvað að brasa og fann upp á ótrúlegustu hlutum. Og ef einhver sagði að það væri ekki hægt, þá varð hann einbeittari og nokkuð víst að honum tækist að sýna fram á annað. Var þrjóskur með eindæmum og alveg nákvæmlega sama hvað öðrum fannst. Ef átti að henda einhverju, þá gat hann alltaf fundið því nýtt hlutverk. Var alltaf eitthvað að dunda í skúrnum og bjarga verðmætum. Barnabörnin fóru ófáar ferðir með afa sínum í Draugagilið að leita að einhverju nýtilegu sem Jói síðan gerði upp, breytti og bætti. En aldrei var þetta samt gert í gróðaskinni. Hann framleiddi til dæmis hundananni úr þurrkuðum nautareðum og einhvern tímann keypti hann sér rándýran kurlara og fór að kurla bretti svo hægt væri að nýta afraksturinn sem undirburð undir hesta. Fékk svo alveg himinháan rafmagnsreikning en vildi lítið sem ekkert rukka fyrir kurlið. Hann hafði bara einstaklega gaman af því að fara ótróðnar slóðir og lifði svolítið eftir mottóinu þetta reddast. Jói hafði alla tíð mikið dálæti á sjónum eins og nöfn barnanna hans bera glögglega merki Hann kom af stórri útgerðarækt í garðinum og lagði stund á sjómennsku tíma. Var á eldeini í nokkur ár og var svo á skel og rækju hér. Hann hafði mikinn áhuga á bátasmíði, gerði upp og smíðaði nokkra viðarbáta. Til árabátur eftir hann uppi við Laxárvatn. Og hann og synir hans gerðu upp og sigldu á gamalli trillu sem hafði verið smíðuð á Dalvík og bar heitið Jakinn.
Jói vissi alltaf hvar bestu miðin voru, hafði grúskað mikið í gömlum bókum og lesið sér til hvar fiskaðist best. Og hinir bátarnir sem voru jafnvel búnir fiskileitartækjum, eltu bara bátinn hans Jóa því hann klikkaði aldrei. Jóa leiddist ekki ef að börnunum hans datt einhver della í hug og gerði hvað hann gat til að aðstoða þau við að láta þær verða að veruleika. Hann hjálpaði til dæmis Ara og vinum hans þegar þeir tóku upp á því að opna bátaverksmiðju á unglingsaldri. Þeir fengu aðgang að smíðastofunni í skólanum og markmiðið var að smíða kajaka. Nokkuð langan tíma tók að smíða fyrsta kajakinn, svo þeir ákváðu að taka bara af honum mót og þá var hægt að fara að framleiða og efniviðurinn var trefjaplast. Og Jói var alltaf til í að leggja hönd á plóg, spaslaði, pússaði og var þeim innan handar. Það komu tímar þar sem Jói var meira heima og Herdís var í vaktavinnu á sjúkrahúsinu og Jói meira með krökkunum. Þá var nú oftast eitthvað einfalt og þægilegt í matinn, skyr og brauð og þess háttar. En stundum var steik en það voru bjúgu. Uppáhaldsmatur Jóa voru bjúgu og því steik í hans huga og eitt af því fáa sem hann kunni að elda. Einfalt og gott og var ekkert að hafa fyrir því að sjóða kartöflur með, því að Jói borðaði nefnilega ekki kartöflur. En annars var það nú langoftast Herdís sem sá eldamennskuna og heimilistörfin. Þau hjónin ferðuðust svolítið saman landið, fóru í útilegur, gistu í kúlutjaldi, keyrðu hringinn, heimsóttu börn og barnabörn, en leigðu sér svo gistingu í seinni tíð eða gistu hjá ættingjum. Jói var annars mjög heimakær og toldi aldrei lengi að heiman. Og þegar börnin voru öll flutt í burtu og komið með barnabörn, þá spurði snekkja mömmu sína hvort þau vildi ekki bara flytja nær þeim. Herdís svaraði á þá leið að hún gæti vel hugsað sér það, en glætan að pabbi þinn vilji flytja. Þegar Jói var spurður var svarið hans hins vegar: ég fæ sko mömmu þína aldrei til að flytja. Já, það gleðiefni að líða vel heima hjá sér. Systkini Jóa og fjölskyldur þeirra hittast alltaf árlega eina helgi í útilegu, veiða saman í Laxárvatni og eiga skemmtilegar samverustundir. Jói mætti alltaf þar og hafði gaman að, enda ekki of langt að heiman. 22. desember síðastliðinn sóttu snekkja og fjölskylda Jóa til að dvelja hjá þeim á Akranesi yfir jólin eins og vant var. Ekki leið á löngu áður en hann fór að huga að heimferð og tala að hann vildi nú helst fara heim, ekki seinna en á annan í jólum. Á annan í jólum voru þau með jólaboð, en Jói vildi bara fá að keyra sjálfur heim á Blönduós. Veðrið var hálf leiðinlegt, svo þau voru nú ekki á því og hann var því tilneyddur að vera áfram. Daginn eftir var svo ákveðið að keyra hann heim og þá alveg hljóp hann út í bíl og hafði sko aldrei verið sneggri að pakka. Þrátt fyrir að það færi nú alveg ljómandi vel hann og hann nyti alveg að hitta fólki sitt, þá fannst honum bara best að vera heima. Jóa þótti vænt hópinn sinn, talaði oft barnabörnin sín og fylgdist með því hvað þau voru að gera. Þau höfðu gaman af því að koma til ömmu og afa og brasa eitthvað með þeim. Settu niður kartöflur á hverju ári, Jói fann til verkfærin en hafði svo að eigin sögn vit á því að halda sig bara til hlés, fylgdist svo með á kantinum. Herdís lést í apríl 2022, blessuð sé minning hennar. Jói syrgði og saknaði hennar mikið, var bara hálf vængbrotinn og leiður eftir fráfall hennar. Heilsunni fór að hraka og vorið 2023 flutti hann á heilbrigðisstofnunina hér á Blönduósi.
Fjölskylda hans vill koma á framfæri innilegu þakklæti til alls starfsfólksins sem annaðist hann þar af alúð og hlýju. Jói lést á HSN hér á Blönduósi þann 4. mars síðastliðinn. Fley hans hefur nú lagt frá Höfn og áfangastaðurinn okkur framandi, en hann ekki einn á ferð því að Jesús Kristur lofaði að láta okkur aldrei ein í lífsins ólgusjó og ljós hans lýsir eins og viti og varðar leiðina á áfangastað. Við höfum eflaust flest hort á eftir skipi á leið á haf út og eftir því sem það siglir lengra frá okkur, þá virðist okkur það minnka og minnka, uns það hverfur bak við sjóndeildarhringinn og hverfur ásjónu okkar. En í annarri höfn, langt í burtu, aðrir sem bíða komu skipsins. Þau sjá glitta í eitthvað og smám saman, eftir því sem skipið hans Jóa færist nær, virðist það verða stærra og stærra. Og þegar Jói stýrir flegi sínu fimlega í höfnina sem bíður okkar handan þessa heims, þá verður honum tekið fagnandi af ástvinum þeim á undan fóru. Og góður Guð lætur ykkur ástvini hans ekki ein í sorg og söknuði. Hann ber okkur uppi og veitir okkur hlíf í ölduróti lífsins, sendir okkur ljós og hlýju. Stýr mínu fari heilu heim í höfn á friðarlandi, þar mig í þinni gæslu geym, ó Guð minn alls valdandi. Við þökkum Jóa fyrir allt sem hann var ástvinum sínum og samferðafólki og felum hann miskunn Guðs og náð. Við kveðjum með orðum hans, veriði bless og veriði þær. Blessuð sé minning Jóa og Guð blessi ykkur öll. Dýr sé Guði Föður og Syni og heilögum anda, svo sem var í upphafi, og verður aldir alda. Amen. Ekki gátu öll þau sem vildu verið hér með okkur í dag og hef ég verið beðin að koma eftirfarandi kveðjum á framfæri. Kærar þakkir fyrir fádæman félagsskap í Kívanis og gríðarlega mikla vináttu í gegnum tíðina. Ólafur Jónsson frá Hellulandi. Halla, Benna og börn báðu fyrir kveðju til barna Jóa með þökk fyrir kæra vináttu. Darri Snær Nökkvason og Sandra unnusta hans senda hlýjar kveðjur. Hinsta kveðja til Jóa og samúðar kveðjur til aðstandenda hans. Þökkum samfylgd og kærleika í garð okkar, Brekkukotsgengið. Kæru kirkjugestir, þegar að kistan hefur verið borin út hér í lok athafnar, þá mun hún standa hér fyrir utan kirkjudyrnar, þar sem þið getið gengið að, krossað yfir og átt kveðjustund. Þau sem vilja eru velkomin með upp í kirkjugarð og ykkur svo öllum boðið að þiggja veitingar í félagsheimilinu. Ævi vor á jörðu hér.
Hvort sem grínist þessi þjóð, þyrnum eða rósum, hennar sögur, hennar ljóð, hennar líf ég kjósum, ein á örpu ís og bás, aldarslagsins guðarmás. Æ, hún leiki ung og frjáls, bundin norður ljósum. Guð skapari í himnaríki, miskunna þú okkur. Guð sonur og lausnari heimsins, miskunna þú okkur. Drottinn Guð heilagi andi, miskunna þú okkur. Nú lætur þú drottinn þjón þinn í friði fara, eins og þú hefur heitið mér. Því að augu mín hafa séð hjálpræði þitt, sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða. Kærleiksríki Guð, við þökkum þér fyrir sérhverja góða gjöf í þessu lífi og fyrir von eilífs lífs sem þú hefur endurfætt okkur til fyrir upprisu Jesú Krist. Lít í náð þinni til Jóa sem þú hefur kallað til fylgdar þinnar. Ver okkur öllum náðugur og miskunnsamur í lífi og dauða. Blessa þú minningarnar sem þessi stund helguð og lát þær bera þér vitni, oss til blessunar alla daga. Við þökkum þér drottinn allt líf Jóa. Við félum þér hann alla eilífð. Lát kærleika þinn og ljós umvefja hann og veit honum þinn eilífa frið og fögnuð í dýrð hjá þér. Allar bænir okkar felum við í þeirri bæn sem drottinn hefur kennt okkur og biðjum öll saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Vil biðja þau sem treysta sér til að rísa úr sætum. Lofaður sé Guð sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt okkur til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krist frá dauðum. Jesús sagði, ég upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi.
Jóhannes Þórðarsson, af jörðu ertu kominn. Að jörðu skaltu aftur verða. Af jörðu skaltu aftur upprísa. Góði Guð, tak móti Jóa í kærleiksfaðm þinn og lát þitt eilífa ljós lýsa honum. Hann hvíli í þínum friði. Amen. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í Jesú blessaða nafni. Amen.